Velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja eins og venjulega á vettvangi dagsins. Á eftir kemur til mín Nicole Lee Mosti. Hún þingmaður Bjartar framtíðar og formaður velferðarnefndar Alþingis og við ætlum að fjalla þessum fátækt sem var talað hérna fyrir viku í þættinum. Síðan kemur Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn formaður VR. Hann tekur við embætti í næstu viku, í vikunni. Og við ætlum að fara eins yfir störfin framundan og verkalýðsbaráttuna. Við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Þau eru sett hjá mér Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri hjá Kviku banka, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar, Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Velkomin öll sömul. Takk. Við ætlum að byrja á svona þessari stórfrétt síðustu viku sem voru kaup erlendra vonasjóða á tæpum 30% hlut í Arion banka og forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar fögnuðu þessu ákaft svona til að byrja með þegar tilkynnt var þessa sölu. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sagði að viðskiptin væru mikið styrkleikamerki. Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra talaði að sjóðirnir væru að veðja með bankunum á Íslandi en ef að senda raddirnar hafa síðan komið upp eftir þetta, minnst ekki einn sjóðanna sektaður fyrir mútumál, aðkoma mútumáli. Og það liggur náttúrulega ekkert fyrir hverjir endanlegir eigendur þessara banka eru. Sigurður, þú náttúrulega þekkir einhverju leyti þessa kröfu á bankana sem nú voru að kaupa hlut eftir störf þín fyrir framkvæmdahóp stjórnvalda afléttingu hafta. Hvernig blasir þetta við þér? Það blasir þannig við mér að þó að efnahagsleg endurreisn hafi tekist vonum framar hérna hjá okkur og við sjáum marga mælikvarða þess eins og erlenda stöðu og lánshæfi og fleira, að þá hefur okkur ekki tekist að byggja upp traust að nýju. Eins og við hefum þurft að gera. Og það birtist hérna hjá okkur í þessu máli. Þú talar þá traust á bönkunum? Traust á bönkunum og kannski bara traust í samfélaginu líka. Lykilatriði fyrir það gagnsæi. Ég held að gagnsæi sé forsenda trúverðugleika og trausts og að þetta gangi vel. Annað sem að kannski vandamál og birtist okkur hér að stjórnvöld hafa ekki mótað framtíðarsýn fjármálakerfið. Hvernig kerfi viljum við hafa, hvernig kerfi þurfum við og eins hvernig eignarhaldi ætti að vera háttað og svo framvegis. Vegna þess að bankarnir eru það miðlægir í öllu kerfinu að allir skipta við banka og hafa eitthvað að þeim að segja. Að þetta skiptir allt máli. Óhjákvæmilegt, einmitt. Þannig að og þess vegna þetta kemur upp þessi umræða og menn velta því fyrir sér þá hvernig þessir aðilar eru og því líkt. Ég held að það sé mjög gott ef það koma virkir hluthafar að bönkunum, eins og reyndar að öllum fyrirtækjum. Það að segja hluthafar sem ætla að láta sig rekstur fyrirtækina varða og gera þá nauðsynlega breytingar sem það að gera vegna þess. Langtíma fjárfestar? Ekki endilega, vegna þess að það sem staðan sem blasir við okkur sú, að bankarnir hafa verið munaðarlausir frá stofnun. Þeir hafa verið með eigendur sem annarkvort hafa ekki mátt skipta sér af þeim eða ekki vilja það. Þess að kröfuhafar sem máttu það ekki og ríkið sem kannski auðvitað vildi hafa vera í ákveðinni fjarlægð. Þannig að við þurfum hluthafa sem eru virkir og ætla að skipta sér af rekstunum. Það þarf að hagræða í kerfinu að mínum mati, það er auðvitað mjög stórt. Fólk furðar sig til dæmis á miklum hagnaði bankana, en það er auðvitað bein afleiðing þess að þeir eru svo stórir. Það er svo mikið eigið fé í þeim sem að útskýrir auðvitað hagnaði. Kerfið er of stórt. Og það sem að kemur þá á móti, við sjáum að bankarnir eru líka í ýmsir hliðarstarfsemi, tryggingarekstri og reka kortaþjónustu og annað, sem að ekki endilega augljóst að tilheyri slíkri starfsemi. Það þarf hluthafa sem að fara þá yfir þetta allt saman og móta afstöðu til þess hvernig hægt að gera hlutina betur. Og þú sér það þannig að þessir nýju eigendur uppfyllir henni ekki þetta sem þú ert að segja þurfi að koma til? Ég held að þeir gæti alveg uppfyllt það. Nú er þetta annar að fara yfir það, fjármálaeftirlitið og fleiri væntanlega að fara yfir það og meta hvort að þetta séu hæfir eigendur og þar fram eftir götunum. En ég held allavega að það þurfi svona eigendur og þetta geta vel verið slíkir eigendur en við auðvitað vitum ekki endilega þeirra fyrirætlanir, þessu stöddu. Já, Vilhjálmur, þú situr náttúrulega í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, þið fengu til ykkar fjármálaeftirlitið í vikunni. Ert þú bjartsýnn á það að við munum yfir höfuð einhvern tímann komast að í hverju þetta eru sem að eiga þennan hlut? Já, ég tek hann fram að ég var fjarstaddur þennan fund á föstudaginn, ég var staddur í útlöndum. En sko, það er náttúrulega grundvallaratriði varðandi svona fyrirtæki eins og banka, tryggingafélög og að það sé vitað hverjir eigendurnir eru og vitað fyrirætlanir þeirra og það er grundvallaratriði líka
að bankar séu starfræktir með þeim hætti að þeir þjóni viðskiptavini sem eru bæði heimili og fyrirtæki, einstaklingar og fyrirtæki. Þannig að bankar verði ekki dragbítir á lífskjör. En það sem að sló mig í upphafi var það að þarna eru tveir aðilar, ef ég maður rétt, sem að tilkynna sem er 9,99% hlut, sem eru 0,01% fyrir neðan virkan eignarhlut, og síðan er Goldman Sachs, og eftir 40 ára athugun mína á aðkomu erlendra banka á íslenskum markaði, þá hefur engin erlendur banki áhuga á því að reka bankastarfsemi á Íslandi. Erlendur bankar, þeir hafa þau viðskipti sem þeir vilja, velja úr þá viðskiptavini sem þeir vilja, og þannig að aðkoma Goldman Sachs er fyrir mér dálítið óskýr. Það getur vel verið að þetta kom allt í ljós, og það hefur verið óskastaða hér að í það minnsta einn þessara banka sé í eigu útlendinga sem að koma með eitthvað nýtt. Nú, það gerðist fyrir 14 árum að það hrósuðu allir happi yfir því að þýskur banki hafi keypt Búnaðarbankann, og svo kemur nú í ljós í vikuna að það var ekki þýskur banki sem keypti Búnaðarbankann, og það er þessi hlutur sem að, eins og Sigurður segir, traust. Sko, fjármálamarkaðir byggjast bara á einu orði, þeir byggjast á trausti. Og ef að trausti skortir, að þá þarf að bæta úr því, og í þessu máli þá þurfa þessir kaupendur eða þessir aðilar sem að bankin er lagður til, þeir eru að skipta með sér búið þarna. Þetta er bú sem er búið að fara í gegn nauðasamninga, Kaupþing er bara velnett fyrirtæki, og þeir eigendurnir eru að skipta með sér eignum þarna, og þeir verða að gera grein fyrir sínum málum. En Sigurður talaði og ég held að séu flestir sammála því, sko, af hverju kemur þetta svona einhvern veginn öllum mikið á óvart? Við höfum ekki heyrt mikið af djúpri umræðu á þinginu sko, framtíðar uppbyggingu bankakerfisins, hvernig við viljum hafa þetta, hvort að ríkið er að vera áframeigandi eða einhverjir aðrir. Þetta er svona, manni finnst þetta einhvern veginn koma svolítið aftan af fólki og maður veltir fyrir sér út af hverju er það? Já, sko, það get ég ekki sagt, en í mars 2012 þá kemur þessi skýrsla framtíðarskipan fjármálakerfisins frá efnahags- og viðskiptaráðherra til Alþingis, og ég fékk ekki sé að það hefur verið djúpar umræður með hana þá. Nei. Og umræðurnar hérna hafa fyrst og fremst snúist svona vangaveltur það hversu stórt bankakerfið á að vera, og þá er hort á það eingöngu. Það eru líka hér lífeyrissjóðir sem eru hluti af fjármálakerfinu, og sennilegur lífeyrissjóðirnir orðnir alltaf því jafn stórir og bankakerfið, sumt að því er þó tvítali þar vegna innbyrðisviðskipta, en fólk verður mjög hissa, og það er þetta skelfilega orð vogunarsjóðir sem menn horfa í. Já. Hanna Katrín, þið Vilhjálmur eru náttúrulega bæði í ríkisstjórnarflokkunum. Hvernig ert þú ánægð með þessi viðskipti? Ég er ánægð með að þessi sala hafi átt sér stað, þess að hún skila miklum fjármunum inn í ríkissjóð sem fara beint í niðurgreiðslu skulda, 5%. Ég finna það er ekkert lítið þegar litið er síðan til þessa langtíma sýnar að lækka skuldastöðu ríkisins og nemur með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á vexti og svo framvegis. En ég tek fyllilega undir þessa áréttingu mikilvægi trausts. Mér langar kannski aðeins að minna á það að það var nú í tíð fyrir ríkisstjórnar þegar varaformaður Framsóknarflokksins núverandi flutti þingsályktunartillögu sem var samþykkt að Ísland gengist undir evrópskt fjármálaeftirlit. Þannig að við höfum þessar evrópsku fjármálastofnanir núna í bakhundinni ef að FME sefur á einhvern þáttu verðinu sem ég til enga ástæðu til að ætla núna með þær breytingar og stífu reglur sem þar eru komnar. Við erum komið með nokkuð virkt eftirlitskerfi á þetta. Það hefur líka komið fram, og í máli Benedikt Jóhannessonar fjármálaráðherra, hann leggur mikla áherslu á það að við komumst að því að það verði gegnsæisríki og við fáum það uppgefið hverjir standa þarna bak við, eigendur og helstu stjórnendur og annað. Þannig að það eru næstu skref og vonandi gengur það eftir. En við eigum allavega núna, og það er ólíku saman að jafna núna stöðunu og fyrir rúmum 10 árum. Ég meina, við höfum vonandi lært af reynslunni, regluverkið er allavega orðið allt annað. Og það er bara rétt að árétta það er ekki æskilegt langt í frá að sitja uppi, ef svo má segja, með eigendur sem einhvern hátt tengjast eins og hér hefur komið fram, Tortóla eða einhverjum viðlíka
við líka stöðum með að fyrirbærum og ég meina við erum öll eða flest saman það að slíkt tengsl eru bara ekki æskileg í íslensk viðskipta- og stjórnmálalíf og það má ekki verða og þar þurfum við að stinga niður fæti. Logi, þú ert áheyrnarfulltrúi í efnahags- og viðskiptanefnd og þú sast þennan fund í vikunni þar sem að fjármálaeftirlitið kom. Hvað getur sagt okkur á því? Það komu nú svo sem fá svör fram, annað heldur en að það var staðfest í rauninni það sem að menn óttuðust. Þessir aðilar, þeir notuðu náttúrulega ýmsar aðferði til þess að flýta eins fyrir viðskiptun og þeir gátu, héldu eignarhaldinu undir þessu viðmiði sem Vilhjálmur kom inn á til þess að verða ekki virkir eignaraðilar og falla þá ekki undir þetta nákvæma eftirlit fyrst. En það skipti máli í þessari umræðu að hér hefur verið tekin umræða framtíð bankakerfisins, ítrekkað á Alþingi, meðal annars Oddný Harðardóttir. Og það ekki í rauninni eitthvað spari orð að tala sífellt traust. Fólk man náttúrulega 8 ár aftur í tíman þegar hér var hrun, þegar krónan féll, þegar atvinnuleysi ógst, þegar skuldir ríkissjóðs ruku upp. Við þurftum að gangast inn á samkomulag AGS, við þurftum að sitja á fjármálshöft. Vogunarsjóðir hafa í rauninni ekki það í farteskinu yfirleitt að vera að hugsa samfélagslega þætti eða langtíma hagsmuni. Þeir munu reyna eins og þeir geta að hagnast og græða eins fljótt og þeir mögulega geta. Það þeirra eðli og í þessu ljósi náttúrulega sérstaklega slæmt að horfa til þess að við erum þarna með aðila eins og Oxif og fleiri sem hafa beinlínis verið dæmdir til að borga sektir vegna spillingar í Líbíu og Kongó. Maður spyr sig líka þau skilyrði og þeir samningar sem að lágu að baki stöðuleika samningunum sem voru gerðir í tíð síðustu ríkisstjórnar voru þeir nógu stífir. Menn veltu fyrir sér þá, ég heyrði að fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð talaði það að menn hefðu ekki reiknað með að menn fara að kaupa í sjálfum sér. Þannig að það spurning, voru menn og harðir þá, en staðan í dag þetta grafalvarleg vegna þess að það ekki bara framtíð þessa banka í húfi, heldur traust almennings, almennt á bönkum og það sem Vilhjálmur kemur inn á, áhuga alvöru bankafyrirtækja, gjarnan erlendis frá, til þess að stunda hér viðskipti. Þar þurfum við reyndar að taka til umræðu ýmislegt annað eins og peningastefnuna. Hvað það sem veldur því að menn hafi ekki áhuga að reka banka hér? Það gjaldmiðillinn, Vilhjálmur? Það verðtryggingin eða eitthvað annað? Við þurfum að taka opna umræðu þetta. Og kannski aðeins að koma inn í þetta því þú nefnir stöðugleikaskilyrðin og það að... En þið hljótið að hafa velt fyrir ykkur einmitt möguleikanum á því hvort að kröfuhafarnir myndu gera það sem þeir að gera núna. Ekki slík skilyrði voru til staðar. Ég bara minni á það að einn banki fór til ríkisins og menn geta svo lagt saman 2 og 2 akkur það gerist og annar var í eigu kröfuhafa. Þannig að jú, menn auðvitað veltu þessu fyrir sér og ef við skoðum það samkomulag sem var gert að þá auðvitað forkaupsréttur. Ríkið hefur forkaupsrétt á ákveðnu verði og ég sá nú ekki betur í mokkanum í gær en að ekki hefðu orðið af kaupum lífeyrissjóða vegna þess að þeim hefði þeir töldu verði vera of hátt, þetta verð. En þessir aðilar, sjóðunni, voru allavega tilbúin að greiða þetta verð. Þess að auðvitað voru sett ákveðin skilyrði þarna inn til þess að koma í veg fyrir að þessir aðilar myndi selja sér bankana á allt og lágu verði, á einhverju málamyndaverði og í rauninni hafa þannig fjármuni af ríkinu vegna þess að við mögum ekki gleyma því eins og kom fram í áðan að allt söluandvirði núna fer til ríkisins og allt söluandvirði ef að kauprétturinn verið nýttur og FME veitir heimild fyrir virkum eignarhlut að þá með það líka fara til ríkisins og meira til út af afkomuskiptasamningi. En það ekki rétt hjá mig líka að leið og þau skilyrði uppfyllt, að það sé búið að greiða ríkinu þessar 84 milljarða, að þá hafi menn líka ríkari heimildir og sé auðveldara fyrir þá að ná peningum út úr bönkunum? Já, ég held nú að ríkið eigi forkaupsrétt að hverju einasta bréfi á þessu verði. Ég er að meina arð og annað slíkt? Já, algjörlega, við geta greitt sér arð. Þannig að það verður í rauninni spennandi en ógnvekjandi að sjá hverjar næstu vikur verða. Nei. En þetta er banki án ríkisábyrgða líka, það er náttúrulega að halda því til haga. Kom það eitthvað til greina að ríkið tæki til sín Arion banka? Ég meina þá væri við náttúrulega alltaf annars stöðu, þá hefði ríkið bara stjórnvöld geta ráðið því hverjum þeir vildu selja banka og þeir litist ekki á einhvern eins og vogunarsjóði með slæma sögu og geta bara valið að selja okkur öðrum. Væri áhugi fyrir því? Ég held að það hafi þótt vera ákjósanlegt að ríkið sæti ekki upp með allt bankakerfið. Að það væri einhverju bankar þá. Og aðalega náttúrulega það væri þá ábyrgð þessara aðila að
koma bankunum þá í aðra hendur. Hanna Katrín, hvernig hvað sér þið fyrir þér að gerist núna? Mun þingið taka einhverja reyna að ná samstöðum, breytingar á bankakerfinu, hertari reglur eða eitthvað svona til þess að ná sátt það hvernig svona fjármálakerfi ætlum að reka hérna? Ég held að það sé alveg ljóst að það verkefni sem bíður þingsins að gera það. Þessi sátt, hún byrja og endi í þinginu en þingið þarf að koma klárlega mjög sterkt inn þar og umræðan sem Logi nefndi hérna áðan hefur klárlega farið á stað. Það núna til skoðunar í fjármálaráðuneytinu meðan annars það hvort og það á hvern hátt mögulega skuli staðið að því að aðskilja starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka sem nú stór hluti af umræðinu sem átt sér stað og það einfaldlega í skoðun og fleiri þætti mætti telja þannig að ég held að það sé alveg rétt, þetta stórt framtíðarverkefni og margt sem byggir á því að það náist upp traust í þessum geira. Allir meðvitaður það. Já, Vilhjálmur, það sé alveg hárrétt, kannski í framhaldi af þessu, aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka, þetta mjög oft svona talað þetta, sem eitt svona dæmi það hvernig hægt að reka kerfið og öruggari hátt. En gleymið því ekki að það var viðskiptabankarhlutin sem féll 2008. Akkurat. Það alveg hálfrétt og línan ekkert endilega mjög þarna þessi aðskilnaður. Þetta svo, maður skoða bara hvernig þetta í löndunum kringum okkur. Þetta fjölbreytilegt og löndin eru mörg eiginlega, hvernig staðir að þessu. Þetta flókið en mjög mikilvægt. Við langar að taka eina svona spurningu í lokin á þessari umræðu. Sigurður, við erum búin að tala svolítið traust hérna. Telur þú að ef að þeir sem horfir að við komumst ekki raunin ekkert að því hverjir eiga þessa hluti, er einhver hætta áhlaupi á svona banka eins og Arion banka? Ég myndi ekki telja það. Ég held sé engar líkur á því. Og gleymi því ekki að eins og það hefur verið nefnt svolítið í vikunni með þessi mörk. Þeir kaupa 9,99% af því að mörkin eru við 10%. Það kannski ekki við fjárfestana að sakast, heldur það Þeir spila náttúrulega bara eftir settum reglum. Stjórnvalda að setja reglunar og þangað þarf að líta í þessu máli og öllum öðrum eftir breytingum ef að menn telur þar á því. Langar aðeins að fara með inn í pólitíkina. Það kom ný skoðanakönnun hjá Fréttablaðinu í vikunni og Sjálfstæðisflokkurinn en stærsti flokkurinn með 32% fylgi. Það sem vekur athygli að hvorki Björt framtíð né Viðreisn myndi samkvæmt þessari könnun ná inn manni og þó að sé náttúrulega varhugavert að hengja sig endilega á einhverjar stakar kannanir að þá svo sem hefur þetta verið svona ákveðin þróun í skoðanakönnunum hingað til að fylgi Bjartar framtíðar og Viðreisnar að minnka og meðan að Sjálfstæðisflokkurinn annað hvort stækkar eða stendur í stað. Hvaða skýringar hefur þú á? Já, þetta alveg rétt. Þetta hérna, og ég tek undir það, þó að það ákveðin þróun þannig í gangi og þetta ekki skemmtilegt að horfa upp á. Mér langar svona, ég get kannski nefnt svona tvennt sem fyrir gegnum höfuð á mér allavega og það annars vegar það að stjórnarandstaðan hefur verið ansi samstiga svona í því að heimfara góðverk ríkisstjórnar upp á Sjálfstæðisflokkinn og hefur svona haft svona einhvern veginn lagt áherslu á að gera hag hans mikinn þarna og að samaskapi draga úr störfum hinna stjórnarflokkana. Og ég skal ekki segja af hverju það ég meina kannski eru við meiri ógn og það þá bara ágætis fréttir það en ég meina það svona stemmingi svolítið í umræðinu að draga okkur niður. Það nú kannski ekki stóra atriði hér. Heldur hitt að allavega fyrir Viðreisn, svo ég tala nú bara fyrir okkur, að í aðdraganda kosninga þá vorum við með mjög metnaðarfull markmið og kosningaloforð stóra þætti sem vörðuðu almannahagsmuni og ég get tekið kerfisbreytingarnar í sjávarútvegi og landbúnaði, ég get tekið endurskoðun peningastefnunar, vaxtamálin, Evrópumálin og svo fleiri. Allt eru þetta mál sem okkur tókst í stjórnarmyndunarviðræðum að koma upp á borðið í mismunandi sterkum málum en þau eru þarna og það verið að vinna í öllum þessum málum. Þetta ekki mál sem skilas ávinningi á nokkrum vikum eða mánuðum og þó að fólki finnist mér réttu að það sé nú töluvert langt liðið frá því að kosningar voru, það farið að halla í 7. mánuð, þá enga síður ríkisstjórnin ekki orðin 80 daga gömul.
Og mér langar bara að tína til nokkuð mál. Ég nokkuð sannfærð það að sjómanna, deila útgerðarmanna og sjómanna hefði ekki verið leyst með þeim hætti sem nú var í tíð fyrir ríkisstjórnar. Þar hefðu við líklega frekar séð einhvers konar sértækar lausnir með tilheyrandi kostnaði velti yfir á almenning. Mér langar að nefna það að ég man ekki eftir því svona til skemmri tíma að hafa séð Ísland mála í jákvæðu ljósi alþjóðlega eins og við höfum verið undanfarið í tengslum við jafnlauna vottunina, umræðana þar og svo varpaði ljósi á stöðu jafnréttismála almennt á Íslandi. Það annað mál Viðreisnar. Ég get talað gegnsæi þar sem ráðherra Viðreisnar hafa verið ötulu við að setja fram skýrslur sem unnar hafa verið bindin og yfirborðið. Vissulega þessi vinna... Bankamál náttúrulega kemur ekki sérlega vel við það, gegnsæið. Nei, núna, akkurat, enda verið að vinna. Það fyrsta sem, sko þessi sala á sér stað fyrir utan spektrum stjórnmálanna. Það ekki ríkis að selja þessa eignir. Fyrsta sem fjármálaráðherra gerir að koma fram og segja við þurfum absolutt að koma að staði hverja standa þarna bakvið og það verið að vinna að því og vonandi tekst það. Og auðvitað hefur mikil vinna, svo ég nefni nú fjármálaráðherrann áfram, farið í það að klára þessi haftamál og annað þó svo að þar eigi auðvitað hafi vinnan átt sér stað í tíð fyrir ríkisstjórnar og eru sannarlega ekki afhentekið, þá það enga síður að klárast núna. Þannig að það hellingur og peningastefnan, endurskoðun peningastefnu farin á fulla ferð núna og menn hafa ekki mikinn tíma til að skila sér tillögu þar. Það líka mál sem Viðreisn sett á oddinn. Þannig ég held að þegar uppi staðið eins leiðilegt og mér þykir að sjá þessu tölu núna, þá ég ekki trættu það að við verðum ekki allavega að heiðarlega dæmt að verkum okkar þegar uppi staðið. Þú vona uppskjöru setna meir? Já, segja það. Logi, þið ekki aðeins í þessari könnun, en eins og ég segi, það svona kannski erfitt að hengja sér nákvæmlega á þetta. Er það rétt sem að Hanna Katrín að segja, stjórnarandstaðan viljandi að mála samstarfsflokka Sjálfstæðisflokksins í eitthvað dökku ljósi? Nei, það náttúrulega alrangt. Við auðvitað gagnrýnum stjórnina því að hún birtist okkur sem bara óréttlát hægri stjórn. Hins vegar það alveg ljóst að við höfum auðvitað dregið það fram sem að öllum almenningi ljós að flokkarnir Björt framtíð og Viðreisn sem að sigldu inn í kosningarnar með mjög stór umbótamál í farteskinu, töluðum sem jafnaðarmenn. Þeir hafa svo gengist Sjálfstæðisflokknum algjörlega hönd. Sjálfstæðisflokkurinn einráður í þessu stjórnarsamstarfi og eðlilega nýtur hann þá þess að því að menn sjá kannski ekki tilgangin í því að vera að styðja hjáleiguna þegar að höfuðbólið ræður. En hvað varðar okkur, þá tökum við þessu öllu auðvitað með fyrirvara. Það hefur þó staðfest í flestum könnunum að við höfum verið að síga aðeins upp á við. Þetta engin herragarður ennþá, en sígandi lukka best og við sjáum það núna á þessum stutta tíma í lífi þessara ríkisstjórnar að nú þörf á grundvallar átökum samfélagið, jöfnuð, skiptingu gæða. Það hvort að auðræðið verður hér endanlega ráðandi í íslensku samfélagi eins og að gerast víða heim eða hvort að við náum að taka á þessum málum sem að þú ert að fara að ræða hér á eftir, fátækt, misskiptingu og óréttlæti. Píratarnir töluðu töluvert það á síðasta kjörtímabili þegar þau voru 3 manna þingflokkur að þau ættu erfitt bara með að sinna vinnunni sinni. Það væri erfitt fyrir svona litla þingflokka. Hvernig sér þið fyrir þér að þið geti náð ykkur á strik eftir í rauninni áfall síðustu kosninga? Já, eins og ég segi, það gerist bæði með tíma, það gerist með því að skerpa áherslur og það gerist með vinnusemi. Við getum ekki leyft okkur það að tala sum mál og önnur ekki vegna þess að sem betur fer þá Samfylkingin stórflokkur í sveitastjórnum með fjöruga og góða grasrót sem heldur okkur við efnið. Þannig að við þurfum einfaldlega bara að hlaupa. En við þurfum að hlaupa samt í rauninni nógu hratt til þess að það skil okkur fram á veg, en samt það varlega að við hrösum ekki. Vilhjálmur, af hverju gengur samstarfsflokkum Sjálfstæðisflokksins alltaf svona illa þegar þeir eru meldir? Ég veit ekki. Af hverju græðið þið svona samstarfinu með okkur? Ég veit ekki. Ég hef nú enga skýring á því að stundum eru samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins svo leiðinlegir, til dæmis eins og ríkisstjórnin 2009 til 2013, hún hefði svona ýmsa eiginleika leiðinda og
og ég kann enga skýring á því. Ég að vísu tek það fram að samstarfsflokkar okkar núna ekki með leiðindi en það kannski sko vert að athuga það að Sjálfstæðisflokkurinn kemur núna inn í annað kjörtímabil í stjórn og síðasta kjörtímabil var þurft að taka ýmsum málum og það var hægt að loka fjárlagagati og það var hægt að leysa upp þrotabú bankana sem var óleysanleg gáta áður og það hefur margt gengið vel og Sjálfstæðisflokkurinn nýtur þess núna en ég hef enga skýring á því af hverju samstarfsflokkar okkar vegnar illa en það sko ég segi alltaf varðandi þess að blessa skoðanakannir, það ein skoðanakannir sem ég varðar og hún til kostinga og þá ekki að kjósa á næstinni og já, hver veit? Allavega samstarfi gengur þokkarlega og ég var kosinn 4 ára og við eigum hér verk að vinna manni finnst nú alltaf öllum verkefni sem lokið, það búið að afnema gjaldeyrishöft en þetta verkefni sem að við stöndum frammi fyrir að fjármálakerfið, það skiptir okkur verulegu máli. Það til dæmis skiptir okkur verulegu máli af hverju við erum að borga mjög háa vexti, ekki bara, og þannig getum við sleppt öllu hjálum verðtryggingu, heldur raunvextir eru mjög háir. Og þarna komum við fyrir á peningastefnuna sem við töluðum hérna, sem það er endurskoða. Það er nefnilega ekkert lögmál að raunvextir á Íslandi séu hærri en í nágrannalöndum, þó að svo hafa verið rauninum langt skeið. Vandamálið er það í þessari vinnu peningastefnuna að það er allir sammála því að það þurfa að endurskoða peningastefnuna. Seðlabankinn hefur talað það í mörg ár að samdægurlosun hafta þyrfti að fara í þá vinnu og stjórnmálaflokkarnir sennilega allir en þetta er að verða mjög ótrúverðugt. Flestir vilja gera þetta. Nú er búið að skipa hóp sem að fer í málið. Vandamálið er það að það er engin samstaða. Það er engin samstaða leið. Og ég minni á það að fyrir svona 5 árum síðan að þá gerir Seðlabankinn mjög ítarlega skýrslu 700 blaðsíður að lengd valkost í Íslands í peningamálum og gengismálum. Ég held að við hana sé litlu sem enga bæta. Þannig að það sem þarf að gera er að taka ákvörðun. Þannig að við þurfum ekki að taka umræðuna, við þurfum að taka ákvörðun. En það er þessari nefnd nákvæmlega ætlað að gera. Hún á ekki skrifa aðra skýrslu, heldur koma með kostina. En það er þetta helsta áskorun stjórnmáluna fram á veginn. Það er stóra pólitíska málið. Af því að skoðunar eru svo ofboðslega ólíkar sko. Innan ríkisstjórnar og svona innan Alþingis. Svo að í þessum stóru málum að þá er þetta sem að kannski hlutinni stranda á. Við getum líka skoðað eins og McKinsey gáð skýrslu í september heilbrigðiskerfið. Stóra vandamálið þar er að það vantar stefnumörkun. Og við sjáum það líka með fjármálakerfi, það vantar framtíðarsýn og svo framvegis. Þannig að ég myndi gjarna vilja sjá stjórnmálin taka fleiri ákvarðanir. Ég held að sé líka komið að því núna. Mjög oft bara svolítið reaktív. Þetta er það sem að fólk er svolítið að sjá einmitt í þessu bankasölumáli. Það upplifir að það vanti framtíðarsýn og upplifir að það vanti svona stefnumörkun, akkurat eins og Sigur er að segja En það er kannski, þegar menn eru fyrir hausa mókas upp úr vandanum, þá er það kannski eitthvað sem tekur ansi mikla orku og ég held að við höfum öll verið svona nálgast að eitthvað þáttuna. Það er náttúrulega núna með þessum síðustu skrefum, það bara komið upp annað stig sko. Við erum búin að voka okkur undir vandanum. Það var gert fyrstu árin eftir hrun í þessari leiðindastjórn sem við höfum talað um. En það voru kannski ástæða fyrir því að menn voru í átökum þar. Núna erum við hins vegar á þann stað að hér er hagvöxtur fordæmalaus. Hér árar að margan hátt vel. Við erum samt ekki að gangast við því að hjálpa þeim sem þurfa á því að halda. Við erum ennþá að horfa upp á misskiptingu eykst. Við erum ekki að nýta tekjumöguleika í auðlindum, fjármagnstekjuskatti, hátekjuskatti, auðlegðarskatti. Við erum ekki að nota á tekjuöflunarleiðir sem við gætum gert til þess að byggja hér upp innviði, heilbrigðiskerfi, menntakerfi eins og allir flokkar lofuðu fyrir kosningar. Og núverandi ríkisstjórnarflokkar eru að vinna í, en þetta tekur einfaldlega lengri tíma en 80 daga. Já, hún að vinna í því? Sko þetta minnir mig á söguna þegar Sólon Íslandus reiknaði konu barn og úrin aftur. Við sjáum samgöngu áætlun, hún birtist svo vanfjármögnuð upp á 13-14 milljarða. Það er bætt við hana 4 og síðan ætla menn að hrósa sig núna að því að koma með 1200 milljónir. Menn eru bara einfaldlega ekki að standa við það sem þeir lofuðu fyrir kosningar. Við erum að reyna að standa við það sem aðrir lofuðu fyrir kosningar, ekki satt. Við erum að tala um áætlun sem var samþykkt. Lofuðu þið þessu ekki?
þessari samgönguáætlun sem var samþykkt á þingi í síðastliðið haust. Lofuðu þið ekki stórkostlegri uppbyggingu innviða í samfélaginu? Við gerðum það. Já. Og var ekki verið að bæta í núna þessa áætlun sem var áætlun frá tíunda af því sem að vantar inn í hana. Fyrst við, eins og ég segi, við erum rétt upp á skrefunum. Við erum upp á skrefunum, sko taka þessa samræðu eftir 3 ár. Gerum það endilega. Algjörlega. Ég hlakka til. Ég líka. Já, ef ég kemst einhvern veginn að það var nú, ég var nú stoppaður hérna í miðri ræð á þann og nú ætla ég nú að fá að klára hann ef ég mann hvar ég var staddur. En það hefur komið margt fram síðan, ég ætla að bæta því inn í með þessa framtíða sína, hér eru menn endalaust að spóla í einhverju hjanlegum aðskilnaða viðskiptabanka og fjárfestingarbanka og þessi skilgreiningar á hvorum sig hefur algjörlega vantað. Og eins og Sigurður nefndi hér áðan að fjárfestingarbankar bankastærðsemi bankana var ekki hinn eiginlegi tapvaldur. Það sem gerðist ósköpur einfaldlega var það að bankarnir urðu fjárfestingasjóðir sem allt annað. Fjárfestingabanki mjög áhættulaus vegna þess að hann kaupir hlutabréf og selur þau strax, hann sölutryggir skuldabréf og þannig að hann lifir fyrst og fremst á tóknunum. Og síðan nefnir hér Logi fjármagnstekjuskatt sem reyndar rangnefni, hann heitir, ef hann rétt hugsaður, lítur hann heita fjáreignatekjuskattur, tekjur af fjáreignum og hann nú reyndar þannig núna að tekjur af banka innistæðum, sem skattlagning vaxta og yfir 100% af raunávöxtun. Þannig að það ýmsir hvatar hér í samfélaginu til þess að minnka banka og auka skuldsetningu. Þannig og eykur það jafnvægi í samfélaginu. Nú á síðasta kjörtímabili og gildandi fjárlögum að þá var gefið hressilega í almannatryggingagreiðslur og við erum í rauninni komin af ystu mörkum í fjárlögum þráttur góð æri. Það vantar hann upp á samgönguáætlun og vantar á fleiri stöðum. Þannig að við verðum náttúrulega að vinna vel úr því sem að nú Mér langar rétt í lokin að taka smá forskot á sæluna með umræðina sér að taka við nú kól á eftir og það umræðum fátækt og það fór dálítið hátt í síðustu viku eftir að Mikael Torfason mætti hér með eldræðu þættina sína, fátækt sem eru spilaðar á Rás 1. Logi, ég veit að þú eru sterkar skoðanir á þessu, við erum að tala núna eitthvað í kringu 4.000 mann sem að lifa í sárri fátækt. Sér þú fyrir þér að eitthvað verið gert til þess að aðstoða þetta fólk frekar en gert núna á þessu kjörtímabili? Við verðum að gera það. Við erum að tala miklu hærri tölu. Við erum að tala bara 6.000 börn sem búa við fátækt. Í fyrsta lagi þurfum við náttúrulega að viðurkenna þetta. Og eins og Mikael svo skýrt kom til skila, nú þarf þessi hópur sem bara venjulegt fólk sem jafnvel útivinnandi og ætti að hafa alla forsendur til að lifa. Nú þarf það að skila skömmunni til stjórnvalda, til þeirra sem að maka krókinn á kerfin okkar. Við þurfum að grípa til bráðaaðgerða, en við þurfum líka að fara að búa okkur undir gjörbyltingu í atvinnulífi, þar sem sjálfvæðing, gervigreind og annað mun gera það að verkum að atvinnustig mun verða með allt öðrum hætti, vinnuframlag einstaklinga mun verða með allt öðrum hætti. Við þurfum að bregðast við því, bæði með því að spýta í menntun, en einnig þurfum við að tryggja það að ávinningur af þessari hagræðingu lendi ekki allir hjá fyrirtækjum og auki þannig mun á milli fólks, eða hvort hann lendir til samfélagsins, til uppbyggingar á því. Anna Katrín. Nú eru Logi bara sammála. Já. Og ég veit ekki hvort að tala hann velferðarvaktin ræður nefnir 4.000 einstaklingar sem búa við sárafátækt. Ég átta mig ekki að það er fleiri sárafátækt. Skilgreiningarmunur á sárri fátækt og fátækt. Þessi tala bara á há og það skiptir ekki máli hvort að hún ekki að lækka 100 eða 1000, hún þarf bara að fara. Og orka velferðarkerfisins okkar, hún þarf að vera á þessu fólki fyrst, það þarf að forgangsraða. Til þess að geta forgangsraða rétt þá þurfa við að hafa réttar tölur og við þurfum að vita hvað við erum að kljást við nákvæmlega, en það skiptir máli hvernig við tökum á þessu. Og ég veit að það er verið að vinna þessum málum í velferðarráðuneytinu og mér langar bara örsnögt að tengja, þetta tengist náttúrulega líka stöðun á húsnæðismarkaði og vaxtamálum, vegna þess bara svo stór hluti af orku fólks fer í þessi mál. Þar aðgerðahópur, 4 ráðherra, það koma tillögur núna öðru hvorum veginn páska.
Ég alveg klár á því að þær verða ekki til að eyða þessu vanda en þær verða klárlega skref í rétta átt en í þetta á orka allra stjórnmálamanna að vera að fara. Við komumst ekki lengra með þetta. Takk hérlega fyrir komuna Sigurður, Hanna Katrín, Vilhjálmur og Logi. Hún kemur tíminn Nikó Límosti eftir örskamma stund.